Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig setja á texta og myndir inn í Publisher. En fyrst ætla ég aðeins að fjalla blaðsíðurnar, því að við erum að fara að gera bækling sem er með 3 blaðsíðum á 1 A4 blaði. Og við prentum báðum megin á það, þannig að þetta verða 6 blaðsíður á 1 blaði sem er brotið í þrennt. Og þess vegna þarf að hafa í huga hvaða efni kemur á hvaða blaðsíðu. Og hér á blaðsíðu 1, þá er forsíðan hér lengst til hægri. Passa það. Forsíðan verður hér í þessu hægra megin, í miðjunni er baksíðan og þá erum við með blaðsíðu 5 hér, lengst til vinstri. Svo fer ég hér á blaðsíðu 2 og þá kemur blaðsíða 2, 3 og 4 lengst til hægri. Þetta þarf að passa. En þannig að ég fer bara hérna aftur á blaðsíðu 1 og ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig við setjum texta á mynd. Hér uppi, ef við erum í Home, sjáu þið, og þá er eitthvað sem heitir hérna Draw Text Box. Ég get farið þar og svo get ég bara teikna textabox og skrifað eitthvað inn. Ég ætla að skrifa hérna Laugarvatn og svo á þessari blaðsíðu verður Laugarvatn og svo framvegis. Laugarvatn hérna með stórum svona og svo bara getur maður stækka það og breytt og sjáðu bara hérna er ég inn í þessu og þá get ég gert Ctrl A. Hér uppi er hægt að velja letur, þetta er eins og í öðrum forritum, vel einhverja leturtegund og stærðina og breyti því bara eins og ég vil og svo hérna miðjusetja á allt það. Þannig að það er svona bara eitthvað sem þarf að finna út. En það sem þarf að passa hér, að því við erum að gera 3 blaðsíður á þessa einu síðu, að textinn má ekki koma út fyrir þennan bláa ramma hér. Þannig að textinn hér, sem á að vera á blaðsíðu 5 þá í rauninni, hann má bara ekki fara út fyrir ramman. Passa það. Og annað er í lagi, bara að þetta sé allt innan þessa ramma. Svo ætla ég að sýna ykkur hvernig við setjum inn mynd og þá fyrir við hér upp í Insert, hérna, Insert Picture. Sæki hér einhverja mynd, hérna er ég með mynd sem ég er búin að velja með sem ég ætla að setja og það er bara eins og í öðrum forritum, svipuðum forritum Word og fleirum, að það er hérna hægt að velja sér hérna wrap text til þess að hún ekki frá sér texta og textin getur komið upp við hana. Hér er hægt að velja myndaramma og alls konar ýmis útlit og hérna til dæmis er hægt að, ef við förum hérna uppi, hérna er eitthvað sem heitir Recolor, þar er hægt að velja að hafa hana bara með einhverju svona annar áferð og svo framvegis, þannig að þið er bara að pröfa ykkur áfram og finna út af því. Hér hægra megin uppi Crop og það er bara eins og í Word að maður færir hérna ef ég ætla að skera hana. Þannig að já, ég ætla að láta þetta bara duga í bili. Takk fyrir.